Hvað er að gera við þetta? Hér nýtum við okkur reglu sem kölluð samokaregla. Hún segir okkur að ef ég er með 2 sviga sem eru eins að því leytinu til, það er sami bókstafur og það er sami tölustafur en það er plús í öðrum svigunum og mínus í hinum, þá fæ ég x í öðru mínus 2x plus 2x mínus 4. Miðjan dettur út hjá því. Mínus 2x plus 2x er 0. Það verður eftir x í öðru mínus 4. Það er að segja, x sinnum x er x í öðru, 2 og 2 eru 4, mínus á milli. Ef ég ætla að toga þetta í sundur hér, þá ger ég það á sama hátt. Það er að segja, ég ger x sinnum x, plus og mínus, og svo 3 og 3, af því að 3 og 3 eru 9. Sama hér, tegna 2 sviga, y plus mínus 5, 5. Ef þið viljið læra hvernig á margfalda saman sviga, þá er ég fullt af myndböndum með það. Hvað með þetta? Ég get ekkert gert, af því það er plús. Ég get ekki nýtt samokaregluna nema það sé eitthvað sem ég get skipt upp hérna, eða y eða x sinnum x, og mínus og svo talan sem ferningstala. Hér er plús, þá get ég ekkert gert. En við getum nýtt þetta í fleira. Hérna er annað dæmi. Hér myndi ég skrifa þennan sviga tvisvar, x mínus 3, x mínus 3, af því að annaveldi hérna segir mér að svíin er tvisvar, yfir x sinnum 3x, get ég þáttað þetta? Já, með samokareglunni. X plus mínus 3, 3 af því x sinnum x er x í öðru, 3 og 3 eru 9, mínus á milli. Það virkar þetta og ég má gera bara svona. Því að nú má ég stytta eins sviga móti eins sviga. Ég má ekki kroppa innan úr svigum, verða að taka heilan sviga móti heilum sviga. Og ég má það fyrst þegar það er bara deiling og margföldun eftir fyrir utan sviga. Ég má taka x á móti x og þá er eftir 3 x mínus 3 yfir x plus 3. Það má vera í sviga eða ekki, breytur ekki öll þetta fyrir neðan, en það þarf að vera svigi hér af því það er 3 fyrir utan. Borgar sig að setja þetta snirtilega upp, því að þá eru miklu minni líkur á að maður týni einhverju.